Hæ stelpur, er þess að pæla? Ég vil ekki reyna að hittast eitthvað meira. Þú veist, einu sinni í mánuði eða eitthvað. Ég er bara eitthvað að spá út að, break-upinni hjá Anítu. Getum hist heim með henni bara og spjalla eða eitthvað. Þetta hjálpa henni í gegnum þetta. Hljóma það ekki bara vel? Hvernig gengur? Einhver sæt og tjámt? Ég er bara lost eftir að Lóa sætti með mér. Jú, alveg fullt af konum, bara ekkert match ennþá. Allavega ekki eitthvað sem er í vinnu, er ekki með börn og hefur actually nægan áhuga til að fara á date með mér. Ansi hefur standað upp á væna. Mér finnst bara eftir að reyna að hitta ykkur í alvörunni, ekki á okkur appi. Ég meina það geta ekkert allir verið jafn heppnir og þú, Fanney. Ég er samt bara literally að gefast upp. Það eru bara voða fáar gælur á þessu dating-appum. Já, bara einhverju sem ég hef hitt áður og þarf svona awkwardly að sveipa nei af því að maður er búin að tala við þig áður. Ég meina, þú ert náttúrulega búin að ríða svona halvu Íslandi fyrir. Bara vera slant sjálf. Ok, ég var að hitta þessa gælgu sem bjó heim með ömmu sinni. Þú veist, þetta var svona skrítið væp þarna, þessi ömmulykt og allt það. Ég sver þetta var svona ömmustelpa. Eða þú veist, svona, ekki svona pappa issues eða mommy issues, þetta svona granny issues. Alltaf, hún hættir ekki að senda á mig að reyna að hittast aftur, en ég var samt alveg clear from the start að þetta væri bara svona hirðin queer type of deal. Býtu þannig að þú actually reiðst henni? Heima hjá ömmunar. Já, guys, calm down, það er ekki eins og ammena var heima. Ég veit ekki hvort að það gera það eitthvað betra. Var það bara ókslega rúmbó? Já, Þið tvær heima hjá ömmunar. tæknilega séð. Hvað meinarðu? Það var það sem var svo weird. Hún þurfti endilega að minnast á það, eftir að við vorum búin að ríða, að afinnar væri í einhverju svona hillu í krukku í svefnherberginu. Ha? What the fuck? My ride is here. Býtu hver er að segja þig? Ég keifaði. Er hún að meina Á hún sé að fara að hitta gæluna sem er fettis fyrir afa sínum. Hljómar svolítið þannig. oh my lord? Já, svo labbaði hann bara inn og svo ekkert hafi gerst. Þetta er fáránlegt. Hvað er á honum? Hverju misti ég af? Bara, hann Fannar, við rífumst daginn og hann bara ekkert var að tala við mig í eitthvað 4 daga. Þú veist, ég er búin að biðjast afsökunar svona 1.000.000 sinnum. Íris, þú átt ekki að biðjast afsökunar. Hvað gerðist? Það var basically mér að kenna. Hann sendi hann upp á flugvöll að sækja mömmu sína, en gaf henni vitlausum tíma, þannig að hún þurfti að bíða í 3 klukkustundir á flugvöllinum af því hann svaraði ekki símanum. Síðan hringir hann í hana brjálaður af því að mamma hans kemur heim alveg geggjað reið og kemur svo í ljós að hann var bara eitthvað sofandi. Ég meina, hann bara couldn't be bothered að sækja mömmu sína, þannig að sendi kærustuna sína miðjanótt. Ok, hann var að fara að vinna daginn eftir. Já, 5:00 kvöldið. Ég sver að Matti hefði gert eitthvað svona. Ok, sorry, en í hvert skipti sem við heyrum eitthvað Fannara þessa dagana, að þá er það alltaf eitthvað slæmt. Ég meina, þessi skinny ass maður á því ekki skilið. Hei, ok, róleg með bodyshameið. Sérstaklega sem að persónuleikinn hans er alveg nóg slæmur til þess að skýta á hann, sko. Ég meina, þú veist, þegar ég er með ykkur, að þá bara meikar allt svo mikið sens. Fannar er bara vond manneska. En svo þegar ég er með honum, að þá bara er það ekkert eins ljóst lengur. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem þú verður að finna út úr sjálf. Ég veit alveg hvernig það er að vera inn í aðstæðinu og svo fyrir utan hana, sko.
Já, ég meina, þú veist, við viljum líka bara, þú veist, hamingjusum, skilur og líði vel. Það er kannski ekkert fallegt að vera heldur að gera grína þér, skilur, sorry. Já, nei, ég held að ég veit alveg hvað ég þarf að gera. En ég meina, þú veist, ég veit alveg hvernig þetta er. Við erum bara saman í heilt ár. Ég meina, treystu mér, þið mun líða miklu betur þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum. Ok, Fannar hlýtur að vera eitthvað rosalega slæmur og þú ert eitthvað að bera hann saman við þinn fyrrverandi. Oh my god, já, hann fucking sökkaði. Þú var ekki hann sem var eitthvað að reyna mömmu þína. Ég meina, greiði mamma þurfti að reka kallinn út á meiri gangi. Oh my god, munið þegar að Fanny rak matta út úr ammælinu sínu. Ekki minna mig á það. Ég vissi ekki að það væri systir hans. Ég var bara rétt honum síman og svo sá ég skilaboðin. Ég er ekki alltaf svona klikkuð. Já, annars væri þið ekki búin að vera saman svona lengi. Svo, hvernig gengum við þarna? Já, það ég, þú veist, ég var náttúrulega ekki neitt, skilur. Ég skil þig. Ég veit ekki. Þú veist, hvað, hún bara vill ekki neitt, skilur, hefur ykkur áhuga. Svo hefði hann svo ókslega góða vinkonur og fyrir allan vinkonum uppbyrjun hafa byrjað eitthvað fólk. Var ég að trufla það? Takk fyrir að koma. Ég veit að vanlega móinu að tjá þér matta þrjóðum. Hann skilur alls svona hluti. Við færðum líka stefnumótið okkar. Við getum alls svo góð samskipti af því að samband okkar er svo stöðugt. Af því að við þekktumst árum við byrjum saman. Af því að þið kynntust in real life, já ég veit. En hvað vill að ég geri því? Fær bara fullt af social events og desperately reyna að kynnast ykkurum. Þú veist að ég vil bara allra besta fyrir hann í dag. Allt hefur verið svo leiðinlegt síðan þarna með Lovísu. Ég er bara svo heppin með Matta og ég vil að þú hittir eitthvað sem læti þér líða vel. Ég elska þig og stundum er gott að fá áminningu að maður sé frábær og að maður ætti ekki bara að byrja með einhverjum. Ég elska það líka. En það bara búið að vera ótrúlega erfitt að vera ein. Við getum alveg reynd að hittast oftar að það hjálpar. Já, hljóma vel. Hérna, getur okkur fengið smá gloss hjá þér? Á stelpun að koma? Já, hérna. Takk. Já, ég þarf eiginlega alltaf að gera græja frammi. Veistu þetta alveg geggjað litur, sko. Hann ferði mjög vel. Hvað? Viltu að ég gera eitthvað eða? Nei. Veist, ekki nú viljir opna fyrstu flöskuna. Ok, veitu hvernig vissur það er bara eina sem ég er góð í. Ég hef bara tekið eftir því. Og því það ég sé bara geggja léli í öllu öðru eða bara geggja opna flöskur. Já, definitely setna sem er. Ég er nefnilega til að fara á mánudaginn. Nei. Já. Ok. Svo varum við Leðurlöndum í París. Það var bara svo beitt í búið. Og Ok, sko. Það er svolítið sem búið í gangi sem ég er ekki búin að segja ykkur frá. En ég og Lofís erum farin að tala saman aftur. Anita. Þetta er gott. Við mötsuðum á Charmed og við erum búin að tala fullt um það sem fór rangt síðast og hvað við getum gert betur þegar við erum ósammála með eitthvað og við höfum nefnilega ákveðið að fara upp í bústaðnum núna um helgina. Bíddu. Sorry, hvernig er þetta ekki að fara enda eins og síðast? Erum bara allt í einu hægt að gasla þetta?
Nei, hún actually viðurkenndi að hún hefði ekki átt að kalla mig klikka þegar ég sagði henni að pappina væri fucking homofób. Ég meina, viltu ekki bara gefa henni medalíu eða? Sko, við höfum bara áhyggjur að það sé hægt að breyta svona mikið á svona stuttum tíma. Þið ættu samt bara að heyra hvernig hún tala við mig núna. Væpin er bara svo allt öðruvísi. Já, beti, það ekki eitthvað kallað hvað lömbáning? Ok, sorry, en þú getur ekki sagt neitt. Já, ég reyndar hætt með Fannmari. Já, ég loksist þorði að fara. Ég svo stolt að þér, Íris. Já, ég meina vel gert. En, Anita, ég samt skil alveg að þetta eitthvað sem að þú þarft að finna út úr sjálf. Og ég meina, sama hvað við segjum ekkert að fara að breyta þinni skoðun á málinu. En, við erum þetta til staða fyrir því saman hvort það fer illa eða verð. Ég verði allavega að reyna aftur og sjá. Það er það bara þannig. Hvernig hættir eiginlega með Fannari? Heyrðu, þetta var basically þannig að byrjaði bara með því að hann langaði að biðjast afsökunar fyrir hvernig hann hegðaði sér og hvernig hann talaði við mig. Allt í lagi? Já. Á hverju? Þú bara virðist eitthvað meira pirrað en vanlega? Ekki þá sért alltaf pirrað. Ég veit það ekki. Mér finnst þú bara að betra skilið, Anda. Þú skilur ekki, ég... Nei, ég skil ekki. Eins og Íris sagði áðan. Þú þarft ekki að bara fara gegnum þetta helviti aftur. Ok, þú ert alveg að íkja þetta frekar mikið, sko. Þú veist alveg hvernig þetta endar. Ertu ekki búin að fá nóg? Fara okkur að komið. Nei, og loksins eitthvað byrjaði að gerast. Ef ekki bara að leiðast út og láta þær í friði, eða? Farið þið bara í föt og ég skal láta þið veita að þið sem að fara. Ég skil ekki af hverju þetta svona mikið mál. Er þið bara alveg sama? Þú ert fucking óhamingjusöm. Lovísa gæti gert mig hamingjusama. Á ég bara ekki að reyna neitt lengur. Anda, Lovísa bara fara að meiða þig aftur. Við erum að fara. Já, sorry, ég hefði ekki átt að segja neitt. Nei, það var ekki það. Ég var bara búin að biðja fara áður en þetta gerðist. Já, ég skil. Ég þarf að byrja að pakka, sko. Anita. Anita. Come on. Þú veist ekki hvað þetta er búið að vera erfitt. Ég er ekki að reyna að vera leiðileg við ykkur, en ég díla þá bara við þetta ef það gerist eitthvað. Og ég skal bara ekki kvart í ykkur lengur, ok? Það er ekkert málið. Þú kvartir í okkur ekki, það er ekkert málið, skilur. Viltu hætta að pakka? Af hverju ertu svona upptekinn af þessu? Ég er ekkert upptekinn af þessu. Sérðu eitthvað annan hérna? Þú ert að fara yfir strikið, Sandra. Já, ég get bara ekki hort upp að gera svona mikið mistök. En þetta eru þá mín mistök. Þú átt bara miklu betra skilið. Nei! Jú, vís. Nei! Heldur þú séum alveg með allt það? Já, 100%. Stelpunar að bíða þér okkur, Sandra. Æ, ok, fokk ég veit. Ok, er klóspapír í bústofnum? Já. Ok. En handklæði? Ég er búin að pakka 2. Ok, þá erum allt íbúnar. Þetta eru bara 2 nætur. Já, ég veit. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Eat you